Komið sæl. Í dag ætlum við að fjalla ferðamannabransan. Það heilmikið hægt að ræða í sambandi við hann. Bæði hefur ferðamönnum fjölgað mjög undanfarin ár og svo heyrum maður reglulega fréttir af ýmiss konar, atriðum sem að leiðsögumenn eru óánægðir með og ferðamenn almennt. Sjálf var ég einhvern tímann á ferðinu við Gullfoss og Geysi, ekki alls fyrir löng og þar var varla hægt að þverfóta fyrir ferðamönnum. En til þess að ræða þessi mál ég búin að fá hérna reyndan leiðsögumann, Börk Rolfsson. Vertu velkominn, Börkur. Já, takk. Hvað ertu búin að vera lengi í bransanum? Sko, ég fór fyrstu ferð með túrista miðjan júní 1983 og síðan hef ég verið eiginlega öll sumur, alveg framundir aldamót síðustu, eiginlega öll sumur, en það var ferðamannabransin ekki nema mestuleið til á sumrin fram að aldamótum. En frá aldamótum ég búin að vera, eða skömm eftir aldamót ég búin að vera bara fullmenntaður leiðsögumaður og rútubílstjóri og annað og búin að vera aðalstarfið frá aldamótum. Ertu það sem kallað svona driving guide? Ég bæði driving guide, ég sitjandi guide og ég rútubílstjóri, jeppabílstjóri í einhverjum jöklaferðum og bara allt. Hvert hlutverk leiðsögumanns? Getur þú skýrt það svona bara í nokkrum orðum? Já, það meira að segja til, þetta skilgreint, ákveðin skilgreint hvað leiðsögumaður á Íslandi og það til ákveðin staðall meira að segja það sem búið að skrifa undir hér. Já. Leiðsögumaður foringinn í hópnum, hann náttúrulega kynnir landið og fólkið fyrir ferðamönnum og hefur ákveðna skyldu þar að segja satt og rétt frá og svona og vera hann leið svona skemmtilegur, þetta má ekki vera einhver leiðinleg þula bara. Hann ábyrgur fyrir hvar stoppað og hvernig stoppað og hann ábyrgur fyrir því gagnvart ferðaskrifstofuna sem hann að vinna fyrir að halda áætlun sem í flestum tilfellum hæg nema náttúrulega, bíli, vitlaust veður eða eitthvað og leiðsögumaður á Íslandi, íslenskur leiðsögumaður alltaf farastjóri í hverju ferð þannig að jafnvel farastjórarnir í hópnum þeir verða að hlýða leiðsögumanni. Leiðsögumaður ræður hvert farið, hvar stoppað og annað þó náttúrulega ræður hann ekki bílstjórin ræður náttúrulega öllu sem varðar öryggi bíls og farþegar sinna, það þarf ekki að tala það. En leiðsögumenn ráða hvort við stoppum hér eða þar og eru bara ábyrgir fyrir því gagnvart sinni ferðaskrifstofu og sínum kundum og og svona hvernig ferðinni bara hvernig hún framkvæmd innan þeirra marka sem að þeir þó hafa leyfi til að gera gagnvart sínum vinnuveitendum. Já, einmitt. En á þessum árum frá því þú byrjaðir, hvernig hefur þróunin verið í þessum ferðamannabransa? Hún hefur verið mjög mikil. Og bara því vorum að tala réttindi og skyldu leiðsögumanna, þá var það allt öðruvísi hérna upp á 1980. Jú, það var gróft plan og það átti að sýna fólkinu Dettifoss og hitt og þetta. En þá var frelsi bæði bílstjóra og leiðsögumanna til að gera svona einhverja aðra hluti, gera auka stopp og hitt og þetta, miklu meira heldur en núna. Það var eiginlega ekki verið agnúast yfir því að það var ekki einhver mjög mikill óþarfa útlaga kostnaðar. Það komu eitthvað 70.000 ferðamenn 1983 til landsins og ferðamann tímabilið, það var bara rétt 3 mánuðir. Fyrstu ferðirnar út á land voru að fara miðjan júní. Hringferðir voru undantækingalítið tjaldferðir og þá oft ekki með eldhúsbíl eða eldhúsvagna og eftir. Edduhótelin voru svo sem komin en það var lítið hótel út á landi og þetta og farþegarnir voru í flestum tilfellum náttúruunnendur, kom hingað til að sjá náttúruna og ef það voru þjóðverjar þá voru þeir vola mikið með áhuga á sögunni. Þeir þekktu Íslendinga sögurnar mjög vel og maður þurfti að passa sig á að vera klári í því, geta svara þeim spurningum hvar fæddist Gunnar á Hlíðarenda og hitt og þetta
Þá komum við að því sko muninum á þjóðunum sem þú ert með. Talaðu þjóðir að þeir vilja sögulegar Já, það var þannig að þeir vildu að maður benti þeim á sko á þessari hundaþúfu þar var, það veit ég ekki einhver, Bergþór og Bergþór skóli og þeir voru svona dálítið mikið í menningu og listum okkar og því að þeir, ég hugsa þeir eins og restina heiminn hafa hálfpartinn lítið og Íslendinga sem einhverja eskimóa sko og þeir kröfuharðir farþegar? Nei, ekkert endilega. Mér hefur aldrei fundist það með Þjóðverja. Auðvitað náttúrulega sko fólk sem er búið að borga alveg óbóðslegan pening fyrir þessa ferð. Og þær eru yfirleitt dýrar þessa ferð? Þær eru yfirleitt dýrar. Að þá á það fólk rétt á því að fá góða þjónustu og það vill að sínu spurningum sé svara. En Þjóðverjar eru ekkert vestir með það. Það er verri en aðrir sko. Svo voru við mikið með á þessum árum með Evrópubúa, þá voru það Bretar, Þjóðverjar og Frakkar sem voru svona algengustu þjóðurnar og ég byrjaði mitt fyrstu 2 sumrin að vera með hópum sem voru þessar 3 þjóðir og stundum hollendingar, 4. þjóðin og það reyndi óbóðslega mikið á leiðsögukonurnar í þessum ferðum. Þær þurfti að vera minnstasti þrítingdar. Já. Og segja alltaf 3 tungumálum en þetta voru skemmtilega fyrir tjaldferðir og fólk var bara búið eftir því og kvöldvökur á kvöldin með varðeld og annað og þetta voru mjög skemmtilega ferðir. Allir sem voru í þessum eldhúsferðum og tjaldferðum í Galanda þeir líti allir til þeirra með söknuð. Ég hef ekki hitt einn einasta rútubílstjóra eða leiðsögumann annað sem var í þessum ferðum sem segist ekki sakna þessara ferða. Þetta voru rosalega skemmtilega ferðir. Hópurinn náði vel saman og það voru svona ýmisævintýr og þetta var svona dálítið eins og fjölskylduferð. Nú veltum maður í stundu fyrir sér eða ég allavega þegar ég ferðast um landið og sé úlpuklædda túrista með drefla hálsinn og drepast og kulda. Hvað þetta fólk að sækja hingað til Íslands? Sko, þetta hefur breyst svo mikið að nú til dags er stór hluti ferðamanna sem koma til Íslands, ég myndi segja ekki minna en helming eða meira, sem er bara að koma að leita Instagram stöðum. Það er að segja, þeir fara gullhringinn og þeir vita að það er stopp Þingvellir. Maður heyrir það ekki ofta að þeir vilja stoppa á Þingvöllum að því að þetta sé sögulegu staður, heldur að því að þetta sé bilið á milli jarðskorpuflekana. Það er það sem þeir vilja sjá, dalinn og annað. Þeir koma á Geysi, þeir vilja sjá Geysi gjósa eða Strokk. Er á lítinn áhuga á neinu öðru þar og Gullfoss vilja bara sjá að því að hann er dálítið fallegur og rosalegur, hann er stór og mikill. Þeir hafa engan áhuga á einhverju konu sem hét Sigríður Tómasdóttir og hennar baráttu fyrir þessu eða því sem að tengist þessu eins og virkjum fallvatna og fleira, engan áhuga á því. En svo ég minnist nú á veðrið. Það vilja allir fá sól og sumar. Það er alveg sama hvaða árstíð þeir eru. Maður heyrir það ekki oft hjá túristum, maður heyrir stundum, jú. Við komum veturinn því að við vildum sjá norðurljósin. Norðurljósin er svona 90% attraction á veturna. Er það virkilegt, já. Já, en þeir vilja náttúrulega nýta dagana, sjá hvað, fá okkur peningin og þeir vilja kynna snjó og kulda en ekki þessu vondu veðrun sem ég vissi að það er snjór og kulda en ég gerði mér enga grein fyrir þessu. Ég er frá Alaska eða Kanada og er vanur að keyra í snjóaru en þessu átti ég ekki von á. Skafrenningi og roki. Skafrenningi og blindu og rokið. Rokið er það sem allir túristar kvarta undan því að þeir kaupa sér rándýra skíðafatnað eða eitthvað úti. Svo kaupa þeir eitthvað sem heitir water resistance dót. Þeim er skítkalt að því að vindurinn blæs í gegnum þetta allt saman. Og þeir skilja ekki þegar við erum að reyna að ráðleggja þeim kaupiði reggala, komið með góðan reggala, klæðið ykkur undir hann, ef verið í reggalan mist,
Því að það það eina sem stoppar vindin. Þeir sé reggala í desember, fáðu rigningu í desember. Já, en talandi hérna norðurljósin, er það rétt sem ég hef heyrt að það séu aðalega Asíubúar sem eru spenntir fyrir norðurljósunum? Nei, það bara, við erum bara með svo mikið af Asíubúum í veturinn, sko, það sennilega það sem að rugla fólk aðeins, það allir spenntir fyrir norðurljósum. Ég er búin að eldast við norðurljós svona professionalt í 30 ár og ég get ennþá mist mig og argað og gargað þegar það eru flott norðurljós. Hvernig eru viðbrögð? Þau eru allavega, og ég kann nú góða sög af því sem ég skal segja, þau eru allavega. Asíubúarnir vilja bara fá mynd af sér með norðurljósin bakgrunn. Asíubúar eru bara út á Instagram. Já. Og þeim, við flytjum alltaf allavega þessi mentu leysum smá ræðu þar sem við segjum frá norðurljósum, hvað þau eru og svona meðan við erum að bíða, stytta tíman. Þeir eru bara með eyrnar tólin í eirónum og hlustand og eitthvað. Þeim alveg sama hvernig það verður til. Það er bara að sjá norðurljósin. En aðrir, Evrópubúar og Amerikanar, þeir vilja vita þetta allt saman og allir vilja sjá sem fallegust norðurljós eins og við sjá þau á myndum á Facebook og Instagram. Því miður það nú ekki hægt að treysta á það. Þetta eru dálítil vísindi á bakvið að finna norðurljós og annað. En ég var einhvern með í norðurljósaferð á Jeppa. Hafði ekki ætlað mér að fara í norðurljósaferð þetta kvöld. Þá hringt í mig. Það eru ung hjón frá Bretlandi sem eru með aldraða mömmu sína með og hún var að koma til þess að sjá norðurljósin því að maðurinn hennar hafði verið hér í stríðinu. Hafði sagt henni frá norðurljósunum þessum undrum sem gerast og hann hafði lofað henni því að hann myndi taka henni til Íslands áður en hann myndi deyja. Hann myndi fá að sjá norðurljós. Svo bara dó maðurinn. Jæja. Sonurinn fór með mömmu og konuna og ég tók með mér í þess að ferða alveg óvænt blaðakonu líka svona sem skrifar ferðapistla af því að það hafði enginn fundið norðurljós síðustu 4 daga og hún var á leiðinni heim daginn eftir en þá fréttuðu því að það væri kallaður svona norðurljósa sérfræðingur sem væri bara út allan nóttinni þyrfti og fyndi þetta. Ég fór með þetta fólk upp í Borgarfjörð og það var alltaf skýjað og svona, en ég vissi að það var bullandi virkni í gangi. Svo fer ég hérna upp á hæð, þar fann ég smá útskot á einhvern slóða sem ég var á laðibílnum og sagði nú hljóta þau alveg að fara að koma, það að koma gat í skýin þarna, sko fylgjast með. Og bara á svona næstu 5 mínútum þá hreinsaðist heiminn alveg í átt á ljósum og fengum sér svakalega flottu ljós. Ungu hjónin, þau stukk út úr bílnum og ég var sunnan við veginn, sko, þannig að þau gengu yfir veginn og settust í vegkantinn norðan til að bara horfa á þetta. Blaðakonan var upptekinn, fór eitthvað aðeins frá til að taka myndir af þessu. Ég held að gamla konan hefði bara beðið við bílinn, sko, hún var mjög gömul og hrum. Svo ég eitthvað að rölda hann og líti eftir fólkinu, þá heyri ég að það einhver bara grátandi. Djöfullin. Gamla konan, hún er dott á mitt sig eitthvað í myrknu því að með öllu og slögt svo ég fer að leita að henni þá sat hún fyrir aftan bílinn hjá mér í vegkantinum og bara grét og ég stökk til henni og segi hvað að dastu hérna niður eða hvað? Nei, sagði hún, ég er bara svo glöð að hafa séð þetta og þetta var ósk mannsins míns og ég er með hérna, sá hún, svona litla púðurdollu, öskunans, hluta af öskunni. Og ég er búin að dreifa henni hérna þegar norðurljósin voru, þannig að nú er hann að horfa á norðurljósin með mér. Þetta er falleg saga. Já. Falleg saga. Ég man vel eftir þessu og þetta er svona eina af þessum reynslum sem maður gleymir ekki. Já, þetta er tilfinningaþrungin stund þegar fólk sér norðurljósin. Mjög. Já, en aftur að því hvað fólk er að sækjast í hérna, þú segir fossarnir eru alltaf aðdráttarafl. Sko Íslandi er fyrst og fremst náttúruvætti, bara allt Íslandi er eitt stórt náttúruvætti. Þetta er eina landið í heiminum sem er byggt ofan á eldfjalli. Og hér höfum við
sko jarðfræði undring hvert á fætur öðrum. Við höfum ný hraun, nokkra mánaða gömul jafnvel, svo getum við séð jarðlögin og annað. 10% af landinu eru jöklar og við erum með stærstu eyðimörk í Evrópu, norðan Vatnajökuls og svona. Og Ísland staður sem að fólk kemur eða á að koma náttúruna vegna, sem vil sjá fallega náttúr, fallega firði, falleg fjöll og hittu þetta. En Ísland svo miklu meir en bara það saga og fleira. En nú til dags, eins og ég nefndi held ég áðan, þá eru, Asíubúar til dæmis sem að hafa haldið upp í vetrarferðamennsku hér í nokkur ár núna og ég ætla bara að leyfa mér að segja haldið henn uppi, því að þeir koma inn í stórun stíl, ekki allir frá Kína, það eru líka frá evrópsku Kína og evrópskir Asíubúar, sko. Þeir eru hér fyrst og fremst fyrir norðurljósin, allt annað svona auka og og bara Instagram myndir einhverjar. Þetta svona, fyrir þeim þetta svona líka við hálfgert Disneyland, sko. Og mér ekki leiðilegt að segja það, sko, að þetta eru ekki, almennt ekki þessi náttúru unnendur sem að koma til þess að bara njóta náttúrunar. Þeim finnst það alveg vonlaust að gera það. Og ef maður stoppar með fullan bíl af Asíubúum á einhvern fallegum stað og segir, þetta svo ljómandi fallegu staður og við höfum tíma, stoppum hérna bara í svona hálftíma og löbbum njótum útsýnisins og njótum náttúrunar, lyktarinnar og hljóðin í fuglunum eða vetur, njótum þess að vera úti, það snjókoma, það bylur, svona léttur bylur, njótum þess bara að vera, drepum öllu, þá sitja Asíubúarnir oftast inn í bíl og bara, djöfullin, auka stopp núna, til hvers? Það ekki þetta að sjá hérna. Bara einhver helvítis fjöll og snjór og ég held að það sé verið vitlaus þessi leiðsögumaður. Það ekki dálítið svona undir því komið hvar þú stoppar og hvað til sýnis? Jú, en ég ofta að tala með maður stoppar eitthvað staðar að það sem sko fallegt útsýni, gróður eða bara algjör eyðimörk eða eitthvað. Ég til dæmis oft þegar ég að fara með bara litla hópa fjölskyldur eitthvað á 4-wheeler bíl inn í landmannlögur, þá hef ég oft stoppað áður en ég kem inn í þarna inn eftir á stað þar sem að þú sérði ekkert nema svartan sand í kringu þig og svona eldfjalla þarna gamla í kringu þig og það ekkert lífandi þarna, það engir fuglar, það engin skorkvikindi, það ekki neitt, talsvert hátt upp og ég hef stoppað þar og fólk hefur alveg fílað það í tætlur að labba aðeins út í svarta eyðimörkina, sko. Það sem ekkert, því miður þarna raflína sem að fólk þarf svona dált að reyna að snúa bakinn í, því að þetta línuvegu sem við erum að keyra, en fólk fær líka alveg út úr því að stoppa á þessum stað og út af því að þetta svo algjör eyðimörk, sko. En ef þú ættir að segja svona almennt hvernig upplifun fólks að þá hún yfirleitt bara mjög góð. Yfirleitt hún það og fólk að fá það sem það hafi væntingar til, nema kannski norðurljósin stundum og stundum snjóleysi eins og núna í vetur, þá fólk búið að verða fyrir vonbrigðum sem hefur verið að koma hérna í 3 og 4 daga ferðir hér Suðurland og rétt Vesturland, en þeir sem hafa farið hringinn, þeir hafa líka oft lendið því að fá bara miklu meira en réðu við, sko. Já, ég man eftir því þegar ég var í starfi þar sem ég þurfti að fara með útlendinga og fekk leiðsögumann til þess að voru reyndar ekki nema 4 eða 5 í bílnum og það var grenjandi rigning allan tíman. Já. Og ég hugsaði með mér, döðvorkendi fólkinu hafa verið að bjóða þeim upp á þetta, en þau voru alsæl með þetta. Já, það líka. Og í Bláalónið og... En að vísu, sko, þá kvarta flesti túristar undan veðrinu, það undan, sko, rokinu sem fólk að drepast úr kulda, undan bara kuldanum almennt og annað, og svo það næsta, það rigningi. Við vorum hérna sumri og það rigndi alla daga
Úr öllum áttum. Úr öllum áttum. Jáfnvel þó okkur finnst þetta alltaf að vera rigning, sko, skúrir, bjart á milli, þá eru útlendingar almennt ekki á sama skapi. En auðvitað alltaf einhverjir sem að eru bara og segja bara, hei, þetta veðrið, við ráðum engum það, við skulum bara njóta þess og við erum ekki vöna að fá svona veður heima hjá okkur, þannig að þetta bara upplifun, bara hluti af upplifun. Og ég segi alltaf við fólk, þegar við lendum í þessum brjáluðu veðrum og ég hef verið veðurteftur til dæmis á Akureyri og ég hef verið sko einhverstað lengst inn á Mörðdals fjallgarði, komst ekki lengra, þurfti að bíða eftir að kæmi rauðningstæki til að ryðja fyrir okkur, sko. Og ég reyndi að fá fólkið út og fekk einhver út í snjókast og gera engla og svona dót, sko. En það var háa rók og bylur að fólk hefur svona, þegar það er komið í hlýjuna heima á hótel, þá segið alltaf, þetta var skemmtilegu dagur, eftirminnilegu dagur og annað. Þetta er ævintýri út af fyrir sig. Þetta er ævintýri út af fyrir sig, sko. En bara einhver, svo við víkjum að svo lítið öðru og kannski ekki eins jákvæði eins og upplifun útlendinga af landinu almennt, þá hafa farið sögur að því að aðstæðan sé ekki nógu góð víða land, til dæmis eru salerni ekki á nógu mörgum stöðum og verðlagið náttúrulega alveg svimandi hátt. Sko, verðlagið er bara á Íslandi er komandi rugl. Ég borðaði hádegismat með vinnum mínum hérna á veitingahúsi niður við sjó, núna bara áðan. Hérna í Reykjavík. Já, og ég fekk mér svona sjáréttarsúpu sem var mjög góð og svo fekk ég pönnustektar gellur sem var, ég veit ekki, en samt. Þetta kostar 7.900 krónur fyrir mig og bara vatn með. Ég veit ekki hvort þetta er eld, þetta er í þessu veitingahúsi sem var þjónandi borðs og annað, sko. En ég hefði líka getið að fara hérna upp í Ármúla eða á einhverja búllu niður í bæ og fengið hambúrgarna með frönskum og kók fyrir innan 2 skall. En það færði ekki út á landi? Nei, það færðu nefnilega ekki út á landi. Það er bara erfitt að finna svoleiði staði ef að þeir eru. Það er einnig helst ef að það er einhverju svona pulsuvagnar eða eitthvað svoleið sem er sumstaðar, sko. Eða í sambandi við einhverjar bæjarhátíðir eitthvað, en þú færð það ekki út á landi. Út á landi er bara almennt dýrara. Þetta er eiginlega svolítið sérstakt því að þegar þú ferðast önnurlönd, ég þekki nú til á Spáni, að þá verður verðlagið alltaf þægilegra eftir því sem lengra er frá þéttbýlistöðunum. Já. Og hérna er það öfugt. Hér er það öfugt og það er til dæmis gistingahótel með yfir dýrar út á landi, heldur en í Reykjavík. Að vísu þú getur fundið í Reykjavík sko rándýr hótel og svo getur þú fundið einhverjar algjöra kompur sko líka. En ég hugsa meðalverða hótel í Reykjavík, svona meðal hótel í 3-4 stjörnum sé lægra heldur en víðast út á landi eða mjög víða út á landi. Og þá er yfirleitt sagan þegar maður spyr akkur þetta svona dýrt allt hér. Já, veistu hvað það kostar að flytja þetta hingað? Við erum ekki í Reykjavík núna. Það þarf að flytja þetta allt með flutningabíl, jável með skipum með einhverju. Og það kostar. Ég er bara ekkert alveg sammála þessu því að í mörgum tilfellum er það seljandinn eða byrgirinn sem borgar flutningin út á land. Það er allavega mjög oft þannig. Þetta er í hug ís, MSIs og kjörís og hvað þetta heitir og eitthvað fleira og fleira. Og annað, launakostnaður út á landi er upp í 30% minni heldur en í Reykjavík. Og svo megum við ekki gleyma öllum sko, svörtulaununum og laununum sem aldrei eru talin fram og fólkin sem vinnur út á landi og býr við launaþjófnað, það er mikið. Þannig að ég er ekkert alveg sammála því að það sé dýrara að reka svona stað út á landi eða hlutinni þurfa að vera dýrara. En afsökun er alltaf svo, vertíðin í okkur er bara 4 mánuður árinu, svo erum við bara með lokað í 8 mánuði, en það þarf að hýta húsið og það þarf að gera þetta og hitt og svona. Maður veltir því stundum fyrir sér sko hvort að samkeppnin sé bara næg út á landi, það er langt á milli staða og veitingahúseigendur hugsi með sér, fólk verður að kaupa þetta, hvort sem það er líka betur. Já, það náttúrulega er samkeppni hjá hótelum út á landi, þessum litlu hótelum, minni hótelum oft, þau þurfa ofta að undirbjóða keppinautin, sko. En ég var ekkert í Mývatnssveit, sem er einn af fallegri stöðum Íslands,
og þeir settu þar upp klósett á vinsælum stað og annan skúr við hliðina þar sem alltaf átt að vera svona landvörður til þess að útskýra fyrir fólki og hugsa svæðið. Ferðamálaráð borgaði fyrir klóstinn og landvörður kom. Og þarna áttum við alltaf að geta fundið klóst í lagi. En svo fór nú að bera á því að klóstin voru ekki lagi. Það vantaði klóstpapír og þetta var bílað og svona dögum saman. Það vildi nú þannig til að ég var mægður einum sveitarstjórnarmanni þarna. Svo ég bara þetta upp við hann þegar ég var ekki enn í kvöldmat hjá hann með þetta væri náttúrulega skelfilegt. Það væri ekkert gert fyrir túristana þarna upp í Bjarna, eða þarna upp frá sig við Kröflu og þar. Og það væri ekkert hugsað og þó ekki væri annað en að sjá maður verið til nógu klóstpapír og skóla leðjuna af göngustígnum upp að gegnum víti. Því að hann verður stundum svo fljúandi hall út á blautum leir að fólk bara á hausnum. En talandi verðlagningu, er verðlagning inn á þetta svæði? Þarf fólk að borga fyrir? Nú til dags held ég að það þurfa að borga fyrir bílastæðin. Það breytst á landin sem rukkar fyrir að fara inn á svæði hér sér. Og það er kerið. En klósettaðstöðuna þarf ekki að borga fyrir það? Jú, oftast þarf að gera það. Það er dálítið aumt að borga fyrir svona. Já, oftast þarf að gera það, en samt ekki alltaf. Það fer eftir í hvort þú borgar fyrir bílastæði eða ekki, hvort þú ert í þjóðgarði eða ekki. En svari sem þessi sveitarstjórnarmaður gaf mér þegar ég var að spyrja hann, akkur þið reyndi ekki að hugsa hérna í Mývatnssveitinni, hafi þetta snirtilegra og setja upp bönd hérna og uppsingar og hafa einhvern starfsmann í þessu. Já, hver á að borga honum? Bara sveitarfélagi sagði ég menn ef þið getið tafið fólk upp fyrir Kröflu þá nú líklega að það stoppi og fá sér að borða hérna nýri sveit. Svo sagði hann, annars skiptir þetta engum máli, það er alltaf nóga fólki kemur alltaf alveg saman hvað neðar, sko. Af því að þeir hafa aldrei þurft að berjast fyrir því að fá túristana til sín. Nei. Og þetta kom frá sveitarstjórnarmanni og heimamanni sem er fæddur uppalinn í Mývatnssveit og finnst, held ég, túristar oft vera bara bölvar ágangur á sína sveit. Já. Nú er manneskja tengt mér í leiðsögumannsstarfi hér á Íslandi og hún hefur sagt mér skelfilega sögur að því þegar hún hefur gert fleiri, ég leyfi mér að segja 100 kilometra á þess að fólkið hefði tök á því að fara á klósett. Já, það er eitt sem að hefur verið stórt vandamál. Það er eins og fólk gerir sér grein fyrir því að ferðamáti fólks er alltaf öðruvísi heldur en að var þegar við vorum ung. Við gátum haldið í okkur í 4 klukktum og ekki síðþambandi kók og orkudrykki og jafnlanda á einhverju og ef eitthvað var þá gátum við bara hlaupið bak við næsta stein, það var engin umferð eða neitt. Nú er þetta alltaf öðruvísi. Ég hef stundum verið að reyna að segja leiðsögumönnum og öðrum það að frá því að fólk fer morgunmat, það má helst ekki líða um 1,5 klukkutími á það kemst á klósett. Það er bara þolið. Já. Fólk sem er í ferðum sem pikkaður upp inn í miðbæ, það er kannski búið að vera í 2,5 tíma á þess að komast á klósett og það er rosalegt. Þetta var vandamál. Svo fóru nú staðir að taka sig til fyrir kannski 10 árum. Þá fóru hans að fjölga, en það voru ákveðin svæði og það voru margir sem bara neituð að fara á þessi svæði af því að það var þekkt fyrir klóstvandamál. Mér dettur í hug Snæfellsnes. Það voru engin klósett á Snæfellsnesi yfir veturinn. Þú þurfti að láta þau pissa og pisshúsi gatnirnar í Borgarnesi. Síðan var allt lokað á Arnarstapa yfir veturinn og engin klósett þar og bara hvergi klósett á Djúpalónsandi, alltaf lokaði veturinn og þannig er það enn þann dag í dag að því að það frýs á því, sko, það er ekki dramagnar og erfitt. Hvernig er að þurfa að afsaka þetta fyrir Sko, ferðafólkinu? ég var yfirleitt ekkert að reyna að afsaka fyrir ferðafólki. Ég sagði bara, svona er þetta, við þurfum að keyra hérna 200 kilometra eða keyra í 2, 3, 4 klukkutíma. Og það eru engin, sko, klósett eða annað sem við þurfum, þannig að þið verði bara að pissa og sleppa kaffinu í morgunmati eða eitthvað.
Og þá tilfelli að fólk sé að fara byggja að þú stoppir til að geti farið út að pissa? Já, það hefur gerst og haldið marga góða sögur af því. Já. En síðustu 10 árin hefur orðið bragabót og til dæmis Snæfellsnesi sem var alræmt fyrir þetta, það nú aldeilis orðin bragabót þar, klósett opinn 24 tíminn sólarhring bara hringinn í kringum Snæfellsnes og það þarf enginn að lenda í vandræðum þar, en þú þarft að borga, hafa með kreditkorti sko til að opna klóstin og víðast út á landi þá var hægt að finna klóst, það var meins að setja upp klósett á miðjum Mýrdalssandi fyrir allnokkrum árum, bara ein bygging sem bara klósett og reyndar útsýnisturn í leiðinni, flott klósett, kreditkortaklósett, það eru á miðjum Mýrdalssandi og það eru þokkalega merkingar á vegunum í báðar áttir, samt fólk að væla yfir því að það sé hvergi klósett og leiðsögumenn eru nú einhverjir fregustu ferðalangar sem ég þekki og ég þekki á nokkuð marga, en það einn af þeim, en sko þeir vilja helst ekki stoppa það sem þarf að borga fyrir klóst. Ég vil bara ekki að fólki mitt fá það á tilfinninguna að þau eru alltaf að borga. En þetta nú tilfelli víða erlendis. Þetta nefnilega tilfelli bara víða erlendis og við eigum ekkert að vera í einhverju svona skilur bjánaskap og ég hef í gegnum mín 40 eitthvað ár sem rútubílstjóri lendi því að vera með farþegar sem var bara gjörsanlega í spreng og þurfti að renna heim á næsta sveitabæ sko. Og byggja bara, vildu við vera svo væna að hleypa þeim á salerni því að konan hérna, hún bara alveg að kúka á sig. En það tilfellið að við hætt að sjá klósettpappír og fleira ógeðslegt einhvers staðar á bakvið? Já, mjög mikið, en samt sjáum við þetta og einn staður sem tók eftir því var þar daginn var hérna fyrir austan bara hvarfur haustum á mér gilið, hvað það heitir, sem allir vilja sjá. Stuðlagil. Stuðlagil, eða ekki? Nei, það er náttúrulega skaft þessi, þetta bara alveg datt úr mér, Justin Bieber. Fjaðrárgljúfur. Já, Fjaðrárgljúfur. Þar kom nýr eigandi fyrir 1-2 árum og síðan hann kom þá hafa klóstin verið lokuð. Af því að það var vegagerð eða ferðamálráð einhver sem byggði þessi klósett og meðan það var, þá var alltaf landvörður á svæðum sem að fylgdist með öllu. En þessi nýeigandi, hann ákvað að stækka bílaplanið til þess að það væri hægt að leggja... Þau geta rukkað fleiri. Já, og líka til þægindi það, því að það varði oft bara öngþveiti á gamla planinu. En það hefur ekki náð samkomlega við hann að halda klóstinu opnum eða hafa starfsmann og ef þú lítur út á kantinum á bílstæðinu þar, þá er ekkert nema klóstpapír. Annar stað sem ég dettur sem að ég skil ekki ennþá, ég bara skil ekki fólk, það er í Borgarfirðinum, við Grábrók. Það er flott bílastæði fyrir rútur og annað, flottu stigi, smíðar til þess að labba upp á topp. Já. Og þetta er albesta stoppið á leiðinni sem sagt milli Akureyrar og Reykjavíkur eða eitthvað stær ef þú þarft að eyða tíma. Stopp upp á alveg 1,5 tíma. Lágmark. Það er ekkert salerni. En það er allt svona kjarrivaxi þar í kring. Og ég bara treysti mig varla til þess að ganga í gegnum kjarrið án þess að þessi klósettpappir út alla grundir. En ekki rukkað á bílastæðin hann? Ég veit ekki hvort það rukka á bílastæði við Grábrók en ég hef ekki svo sem stoppað þar. En tölum bara almennt það sem rukkað inn á bílastæði. Almennt er það. Er það ekki skilyrði að ég myndi telja það. Fyrir gjaldlagningu að það sé í lagi með aðstöðuna? Ég myndi telja það og allir eru sammála okkur í því að það ætti að vera skilyrði en það er ekki lagalegt skilyrði en það ætti að vera sko skipulagsnefnd sveitarinnar eða einhver ætti að setja skilyrði það, þannig að þeir sem að ráða hvort þú færð að setja bílastæði niður ekki, að því verða að setja salerni í leiðinni. Nú er það ekki þannig að þegar þið komum á rútum að þá er búið að borga þetta fyrirfram, er það ekki? Já, rútu fyrirtæki verða að borga því að þetta er rukkað sko eftir bíl. Já. Og rútufyrirtækin eru þá bara búin að setja þetta inn í verðið sem er rukka ferðarskrifstofuna. Þannig það bitnar ekkert á farþegunum í rútunni? Nei, það bitnar
yfirleitt ekki á þeim nema samt þar sem rukkað inn á klósett á þessum stórum stöðum, þar verða þeir bara borga sjálfur. Og mér þetta er Reynisfjara, þar var byggt flott veitingahús með flottum salernum fyrir túrista og það var rukkað með kreditkortum. Svo ákveður Reynisfjörumenn að fara í það laga bílastæði, stækka það eins, laga það og rukka inn á bílastæði. En leið, sögðu þeir, en þá fellum við niður klósettgjaldið. Nú er þau bara opinn, frítt, samin á Þingvöllum, frítt inn á klósettin þar, það er þjóðgarður og ég held að það sé frítt inn á þjóðgarðsklósett eins og klósettin á Snæfellsnesi í þjóndum, miðstöðunin þar. Það þarf ekki að borga inn á bílastæðin, það þarf á Þingvöllum allavega. Það þarf á Þingvöllum þarf það. Það er ekki á Snæfellsnesi, allavega ekki öll, það þarf inn á sum eins og við Kirkjufell. Þar þarf það að borga til að keyra inn á það bílastæði, en það er ekkert salerni. Næsta salerni, almenn salerni er í Grundarfirði, aðeins frá, og það er ekkert alltaf opið. Því var lokað daginn, talsverðan tíma, og þá er fólk bara í vandræðum, byrju hvert hefur farið þá? Hvert getur við keyrt til þess að komast á klósett með fólki? Þetta hlýtur að vera erfitt fyrir ykkur, skipuleggja. Það er erfitt að skipuleggja það, en þetta á ekki að koma til dæmis leiðsögumönnum á óvart, því að þeir eiga náttúrulega, það er bara grunnskylda á hverjum morgni, að athuga svæðið á netinu sem þú ert að fara hvernig eru vegirnir og hitt og þetta, er ekki örugglega opið salerni þarna á Grundarfirði og þá bara ferðin á það og athuga það. Það er alltaf hægt að fá svo upplýsingar og ef það er lokað á Grundarfirði, þá segir bara ef þú ert að koma sunnan, þá stoppar þú bara við þjónustunum miðstöðuna á Hellisandi, því að það eru 8 eða 10 klósett sem eru frítt og vel umhugsað. En ansi margir keyra bara í gegnum Hellisand, af því að það er ekki í planinu að stoppa á Hellisandi. En maður getur neyðst til þess ef að maður veit að það er engin klósett framundan. Og ég er að tala til þess nýjársdag, gamlarsdag, nýjársdag, aðfangadag og jóladag. En hvað segja þá ferða þjónustu aðilarnir þegar að stoppa hér í rúta og allir fara á klósti? Já, það er eins og hún sagði við okkur Ástríð í gamla daga þegar ég stoppaði upp í Reykholt í Biskupstungum, var að koma Suðurkjöl og vorum alveg á eftir áætlun, átt maður gist á Selfossi og fara svo daginn eftir upp á Gullringin. Þannig að það var ekkert stoppað við Gullfoss, bara keyrt á fullu þar í gegn og síðasta stopp hafði verið Hveravelli Svo keyrt á fullu í gegnum Geysi og bara niður og þá voru nú sumir orðnir ansi mikið mál. Og við vorum að vonast til þess að við myndum endast inn á Selfoss, kæma á hótel þar, að þá getum við bara hlaupið á klóstið. Ég vissi að Ástríður var búin að vara fólk við að nú tæki við einhverju 3 klukkutímar eða meira á vondum vegum og svona. En það er nú eins með það, hvort fólk trúir manni í því, að það var bara eitthvað að fara að veina þarna eftir í. Svo við stoppum í sjoppunni í Reykholti sem er svona bensinstöð, lítil sjoppa sem selur kaffi sem þú gleymdir að kaupa á Selfossi og mjólk og eitthvað. Og svo er það með, þú getur fengið kaffibolla og kökur, svona marmaraköku eða eitthvað, svona lítið kaffihús. Ég stoppa drukkinn það fyrir utan og það riðst inn fólki og strax mynduðust bara raðir við bæði klóstinn, minni það verið 2 klósett. Konan stóð þarna fyrir innan borði sem er að reka þetta og við sáum bara þrumu skýið myndast frá hún hausinn á henni og svo segir hún, ég var komin að inn, hver er farastjóri hér? Ég, segir Ástríður. Og Ástríður var áður búin að segja góðan daginn og brosa. Hvað heldur að þú getur bara komið hérna með 40 manna rútu og bara til þess að fara á klósettið? Ástríður gekk að henni og ég elska þessa konu alveg. Kendi mig mikið. Já, sjáðu til, góða frú, þetta er nú einlega neyðartilfelli að því að við ætluðum að reyna að ná Selfoss, byrjaði hann að útskýra það. En urðum að stoppa hér, en ég sé að þú ert með hérna ýmislegt í búðinni, meðal annars kaffi, þess að svakalega flottu marmaraköku þarna og eitthvað fleira. Og ég get fullvissað það ef að þú myndir nú brosa bara og bjóða okkur velkomin brosandi og
gefa bílstjóranum sem þreyttur og mér sikkert kaffibollan og eina marmarakökusneið, þá myndum við setjast niður og njóta þess og allir í hópnum myndu koma og kaupa eitthvað hjá þér. Af því að þú svo indæli að taka mót okkur. Konan horfði svona á stríðið smá stund, svo bara átti hún sjá því þetta var hárrétt og brosti sínu blíðasta, bauð okkur upp á kaffi og kökur og Ástríð með kaffið í hendinni sagði við hópinn sem var þarna inni allur eiginlega. Og svo þetta að fá hérna þetta fína kaffi og kökur og annað keks og snakk og svona sem ykkur vantar, allt á góðu verði hér og gott að styðja þessa litlu staði, litlu búðir sem til dæmis núna bjargaði okkur alveg með salerni. Og fólk varð við því. Herðu, hún hafði bara ekki undan að taka við penningum konan. Það voru allir og þökkuðinni fyrir allt og keyptu og þetta bara spurningum viðmót. Já, það það líklega. En segðu mér Börkur, nú eru til dæmis ferðirnar, þessar hópferðir, þá allt oftast innifalið, nema kannski matur. Fólk þarf að kaupa sig kannski kvöldverð eða hádegisverð og ég hef heyrt skelfilegar sögur af verðlagningunni á því. Og meira að segja hef ég heyrt að fólk hópist inn í næstu krónu eða bónusverslun og kaupi sér bara brauð og salat eða eitthvað. Já, það eðlilegt að fólk gerir það og við myndum gera það líka ef við stæðum fram yfir því að geta ekki fengið mat á hótelinu og ef við getum fengið hann þá væri hann á þreföldu verði með það sem við þekkjum heima frá okkur. Við myndum frekar fara inn í krónu og kaupa gott brauð og álegg og eitthvað. Eða eins og við gerum oft þegar við erum í þessum ferðum að ef það eru hótel sem ekki með matsölu stað eða matsölu, server ekki kvöldmat, þá þau yfirleitt með örbylgjuofn og aðganga heitu vatni. Kaffi, te og heitu vatni. Það nú alveg að minnsta. Ég segi bara við fólk, við ætlum að stoppa hérna í Krónu, hérna í Vík og þið skulum bara byrja ykkur upp af einhverju til þess að borða í kvöld því að það ekki boðið upp á neitt á hótelinu, annað en heitt vatn út í núðlur ef þau eru með þær eða örbylgju og ég skal bara labba með ykkur inn og sýna ykkur örbylgjuréttina sem hér, þeir eru mjög góðir og svo eru ávextir og annað og ég bara, maður getur ekkert annað gert, skilju, það ekki við þessa litlu staði að Sakast, sko, þetta bara þeirra rekstrar form eða eitthvað. Oft þetta hótel sem eru bara opin, bara fyrir okkur eitthvað. Ég veit að sumir gætar og ég ekkert allt og hrifin af því kannski en samt, sumir eru það. Það fyrir allt eftir í hvernig hóp maður með. Ef maður með hóp sem maður veit að svona áhyggjum ómikla peninga, þá stoppa maður í Krónu og ég reyni á Hringvegum yfirleitt að stoppa einu svona dag það sem eitthvað svona kjörbúð. Ég geti keypt hérna ávexti og eitthvað fyrir ykkur í kvöld eða tímið ekki að borða. En sumir hafa þá bara lagt smá líkki á leið sína til að stoppa á einhverjum veitingastað. Hringt á undan sér á veitingastað og segja ég að koma hérna með 20 manna hóp, bara í à la carte eða eitthvað. Og eða þá ef þú getur gert þeim eitthvað tilbúð, ég nenni ekki að standa í því að vera að fá tilbúð sko, svo ekki nema innan við helmingun af fólkinu sem að vill borða sko fiska því að hann var á tilbúði eða eitthvað. Ég geri það ekki af því að ég bara tel það ekki í mínu verkaring að vera að bíða í 1,5 klukktíma meðan allur hópurinn að borða á einhverju veitingahúsi og koma svo allt og seint á hóteli og er með raunin þá búin að vinna miklu lengur heldur en ég má. Ég nenni ekki að standa í þessu en eins og í Vík, ég nefni nú Vík að ég keyri oftast þar framjá, það einhver þróaðasti ferðamannabær á landinu. Þar stoppa maður við þessa stóru byggingu og segir, hér eru við með Krónuna sem bara lágverðsmarkaður en með alveg toppklassa gæði. Þarna kaffihús sem alltaf með súpu dagsins eða lasagna eða eitthvað svona létt og svo alveg veitingahús hérna í hinum endan á húsinu og á bensinstöðinni þar kínverskur veitingastöð og við stoppum hérna nógu lengi til þess að þið getið, síðast þegar ég stoppaði, ég ætla að stoppa hérna í 1,5 klukkutíma þannig að þið getið sko vesla það sem viljið minni að grípa í mat eða ávexti eða hvað sem
og svo getið þið labbað hérna niður fyrir bílastæði þar sem svört fjara sem að heimamenn reyndar hafa kallað og skýrt svarta fjaran og skoðað hana. Og ég meina, maður verður að vera dálítið úrræðagóð þegar svona kemur upp á. Já, svona lesa svolítið í aðstæður. Já, lesa í aðstæður og maður getur oft, ef að maður er í vandræðan, sko, þá getur hann oft hringt á undan sér á þessu staði. Já. Ég hringdi alltaf undan mér á Brekku í Fáskrúðsfirði, sem var lítill veitingastað, Stöðvarfirði, lítill veitingastað sem nú búið að loka og það voru gamla konur sem seldu þarna hamborgur og pulsu fyrir sjómenn og fleira. Það bara hittist hann á í þessum ferðum sem ég var í það sumar eða þau 2 sumur, að þá var þetta mjög heppilegur staður. Og ég hringdi alltaf í þann og kynnti mig hann daginn áður, sko, og segir ég ætla að vera á morgun, þarna hádegisbili hjá okkur. Ég er með 30 farþega í rútunni og þeir munu vilja, þú veist þetta, súpu og brauð eða samloku með ost og skinku eða hamborgara eða eitthvað. Þessi sjoppa seldi ekkert neitt merkilegri en þetta. En verður bara viðbúin því að ég komi með 30 manns, þarna ekkert milli 12 og 1 eða eitthvað. Og þá hringdi hún í vinkonum sínar, sko, í þorpinu og sagði, komið, við þurfum að steikja hamborgara. Og voru bara með allt klárt þegar maður kom og voru ægilega þakkláttar fyrir þetta því að fyrir þær á bara venjulegum vetradegi eða venjulegum degi, þá var þetta bara alveg upplifið alveg. En er það ekki svo að þegar fólk kaupir þessa ferðir, hvar sem það í heiminum, þá færi það að vita að Ísland sé dýrt land, er það ekki? Þannig að þetta á ekki að koma því mjög óvart. Ég held að vísu, held ég að sé nú ekki sko neina ferðarskrifstofur sem að setja á ferðabæklingana sína heimsæki dýrasta land í heimi. Ég held ekki. Þess vegna nú svona sem að það mikið að matur og annars sé innifalinn, svona hjá stærri dinner innifalinn og fleira þetta þegar fólk spari og lögðu áherslu á það að það þurfu ekki að tipsa og svona sem, og það svona allt gert til þess að leggja áherslu á að það fái sem mest fyrir peningi. En gætarnir yfirleitt held ég á fyrsta degi þegar þau eru svona kynna landið, nefna það að Ísland og Sviss séu nú dýrustu lönd í heiminum og allt hérna sé rosalega dýrt. Fólk verður bara að vera viðbúið því, en við bara getum leiðbeint ykkur með það og sagt ykkur það að lopasokkar eða ullasokkar á Geysi, sem bara ferðamannastaður per excellence, eru ekki dýrari heldur en í einhverju búð í Reykjavík. Það bara sama verðið á öllum ferðamannatengdum vörum sama verð út á landi og í Reykjavík. Það sko undantekningina því að þeir sem að framleiða þessa ferðamannavörur og jafnvel lopasokkana, þeir koma bara með þetta á staðina út á landi. Það engin flutningskostnað sem það leggst ofan á, þannig að verðmunurinn í mestalagi 10%. Já, en þessir, svo ég komi aftur að þessum hópum sem að kaupa sér svona pakkaferðir hingað. Þetta yfirleitt frekar efnafólk, eða ekki? Þetta svona miðstjættar... Þetta dýraferðir? Já, dýraferðir, þetta miðstjættar fólk, en ég meina það eru dýraferðir hér heima. Ég fór í 14 daga ferð með ferðarþjónustufyrirtæki hérna, mjög þekktu og stóri, ég veit ekki hvort ég á að nefna það, eða ég get svo sem gert það með ferðarþjónustu bænda, og Steinun ekki drefa mig alveg og ég var einn, þannig ég þurfti að borga 120-130 aukagjald fyrir að vera einn í herbyggi og þessi ferð, 14 daga ferð með ferðardögum kostaði mig 700.000 og ég að sjá ferðir hérna hjá ferðarþjónustu bænda og fleiri þar sem að fyrir mig ferð upp á svona 10 daga kostar það sama í ár. Þannig að við erum ekkert að borga neitt minna fyrir okkar ferðir. Útlendingarnir, en skrítu á það að þeir eru jafnvel að borga miklu minna fyrir sínar ferðir heldur við. Borgum fyrir okkar ferðir tilbaka. Og fyrir mörgum árum þá var kenningin svo til að þetta væri svona dálítið plott. Að því að ferðirnar til Íslands með flugfélaginu eru ódýrar. Það eru niðurgreiddar og ódýrara fyrir ferðamenn sem að kaupa fram og tilbaka
En fyrir Íslendinga til að komast út, þar verðlaginu haldið hærra sko. Já, já. Og þetta heyrði maður hvað eftir annað og ég svo sem veit ekkert hvort þið satt, en það hefur nú kannski eitthvað aðeins breyst núna. En jú, þetta eru dýrarferðir og það er oft mjög vandar og mjög góðar ferðir svona almennt og ég ætla ekki að halda öðru fram og sumir segja hvernig getur að vera góð ferð að keyra hringinn kringum Ísland á 6 dögum. Sá fyrsti sem reyndi það var ferðafrömmur í kringum 1990. Það átti ég með öðrum lítið rútufyrirtæki og hann leiði litla rútu til að fara 9 hringi landið, 6 dagar hver hringur og við höfum 1 dag þegar hann kom svo úr hverju ferð til þess að laga bílinn og reyna að koma með gott stand aftur. Og fólk var mjög ánægt með það, því að það er fólk sem vill bara ferðast, hlusta kannski á leiðsöma, fá ýmsar upplýsingar og annað, hlusta á góða músík þegar leiðsömaðurinn, veit ekki hvað hann á að segja. Horfa út gluggan og njóta þess sem það sér. Horfa út gluggan, bara road trip, stoppa svo kannski á 1 eða 2 stöðum jáfnvel til þess að njóta þess sem fyrir ber og telja sig bara að hafa séð Ísland eftir það. Já. Bergur, ég vil að koma inn á allt aðra hluti í sambandi við ferðamennskun og það er kannski öryggismálin. Ég var nú sjálf lögreglumaður í mörg ár og á þeim tíma Kannast við það ábyggilega reyndi að stinga það af einhvern tíðan? Það getur vel verið, en þá var mikið vegaeftirlit gert út hérðan frá Reykjavík og vegalöggæslu bílar voru allt land. Í hver skipti sem ég fer út á land, þá sé ég ekki lögreglubíl. Ég get alveg svarið að ég sé ekki lögreglubíl, nema kannski rétt í kringum þéttbýlisstaðina. Og svo er annað sem ég tek eftir, svo ég hendur nú á því þessu neikvæða, að þeir sem eru að ferðast hérna á eiginvegum útlendingarnir eru með bílaleigubíla, að þeir leggja nánast hvar sem meir sá blindhæðum og þetta er stórhættulegt. Svo var ég einu sinni á ferðinni til Hafnar í Hornafirði, þá var heil lest af Duster bílaleigubílum eða eitthvað, allir alveg eins og húsbílum, og það komst enginn fram úr, þeir keyrðu á 60 km hraða og þetta skapar náttúrulega gríðarlega hættu að fara fram úr þessu. Og hefði verið einhver löggæsla þarna á þessum stöðum að þá hefði þetta verið tekið á þessu. Ertu sammála mér í því að það vanti umferðarlöggæslu? Já, ég er alveg sammála þér í því og því miður ber ég lögreglunni ekki góða söguna sko. Þeir eru á vegun, allavega hér á Suðurlandi, Suðurland að Jökulsárlóni og Reykjavíkur er langmest heimsótti staðinn. Og ég geri mér ofta leik þegar ég er að keyra frá Reykjavík og austur á Hellu, þetta eru 50 mínútur, klukktími, að þá er ég að telja til dæmis ljóslausa bílaleigubíla, það sem er ekki með ljósin á aftan og eru bara með einhver parkljósa framan. Og ég hef komist upp í 100 á þessum stað. Lögreglan gerir ekkert í þessu, það voru lítið, nema þeir séu sko, í dag, strákar, þá skulið þið tjekka öllum ljóslausum bílum. En er það ekki skylda bílaleiganna að láta útlendinga vita að það sé ljósaskylda á Íslandi? Jú, það er í flestum bílaleigubílum allar sem ég séð, þá fá þau svona einhverja pappíra sko og þar er einhver bæklingur umferðarlög og hvað er meg og hvað með ekki, sem fólk bara hendir skilur og það er enginn að lesa þetta. Ég hef sjálfur hort á það í Keflavík að þegar það koma 20 manns úr einu flugi og það eru 20 bílaleigubílar sem eiga að fara út bara í samt þetta eina flug og það eru hann í afgreiðslunni er ungt fólk sem er nú ekki kannski nógu ákveð og annað og hugsa bara það, bara klára þetta svo við getum klárað allt hitt sem við höfum að gera að þau fylgja fólkinu ekki út til dæmis til þess að labba hringi kringum bílinni og segja þetta er 4-hjóladrifs Toyota Land Cruiser eða Duster og hann hafi sér svona og svona og þú mátt ekki gera þetta og hérna kveikir ljósinn og þau allt og svona. Ég leiði bílaleigubíl í Skotlandi daginn og ég er nú reyndur bílstjóri og annað og þau vissu það alveg hjá bílaleigunni en mér var samt fyllt út í bíl og mér var sýnt allt hvernig á að opna bensínlokið og
skotti var opnað og hérna auka kapall fyrir rafmagn ef að þarf og varadekki hér og það vindur í því. Og ég var bara mjög hrifinn af þessum manni sem fylgdi mér út og þegar ég var að skila bílnum, nokkrum dögum seinna, kemur ég inn í sama kjallara, að þá var verið að útskýra þetta sko fyrir einhverju fjölskyldu sem var að taka annan bíl. Þá var maður þar, starfsmaður, gekk í kringum bílinn og útskýrði allt. Og ég segi við hann eitthvað svona, já þið kennið fólki bara á bílani hver skipti sem hann koma. Og hann leit á mig og sagði, já þetta bara skylda sko, því ef að fólki getur sagt að því ef ekki verið sýnt þetta, lendir í slysi eitthvað, þá gætum við verið í vondum málum. Og svo gerum við þetta líka bara til þess að bílarnir okkar endist. Og hann sá þetta á sérstaklega við til dæmis Amerikana og Íslendinga og svona lið sem eru vanir að keyra á hægri helming vegurins. Þá förum við með ykkur út í bíl og sýnum ykkur sko leyfið ykkur að finna það. Og hann sagði þetta bara varúðarráðstöfun gegn lögsóknum og hana og líka því að mikið af þessu fólki, Asjúbúar til dæmis, hann nefndi það, hafa ég vel aldrei keyrt bíl. Bara tekið prófið í einhverjum hermum og eitthvað. Og það hafa nú komið fréttir af því í blöðum sko, það var einhver sem leigði bílaleigubíl, svo Keflavíkurflugvelli og hann komst nú ekki langt þegar hann hringdi bara í bílleguna og spurði hvort það var eitthvað að hjálpa sér af því að hann gati ekki keyrt, hann kunni ekkert að gíra eða neitt svoleiðis. Þetta alveg til fyrirmynda sem þú lýsir hann út í Skotlandi. Já, ég var mjög hrifinn af þeim Enterprise bílaleginu Skotland. Mæli með þeim. Já, en á sumrin gríðalegt magn af ferðalöngum frá öðrum löndum á bílaleigubílum hérna. Og það hefur komið fram í slysatölum að útlendingum alltaf að fjölga. Bæði í banaslysum og öðrum alvarlegum slysum. Og þetta auðvitað mikið áhyggjuefni fyrst mér. Því að fólk líka ekki vant þessum vegum sem að við... Nei. Aðalveginir okkar hérna margir hverjir eru svo sveitavegir í öðrum löndum. Já. Og ég veit að ég býn út á landi, þarna rétt vestan við Hellu, það sem að mesta umferð bílaleigubíla á landinu, allt árið umkring. Og búin að vera rútubílstjóri og bílstjóri í öll þessi ár, að maður að sjá það að maður að sjá allan fjandan á hvernig bílaleigubílar haga sér. Þetta hefur komið í fréttum núna nýlega, bílar að koma út frá Seljalandsfoss var næstum því árekstur sko, bara rútubílstjórin gat bara hægt á sér. Ég fekk sofandi túrista inn í hliðina á rútu sem ég var að keyra á Keflavíkurveginum í fyrra og þeir sem hlustu á hádegisfréttin í dag heyrðu það að það eru túristar valda meiri umferðaróhöppum og slysum heldur en sko mesti áhættuhópur íslenskra bílstjóra þar 17-25 að það eru fleiri slys, bæði alvarleg og lítil hjá túristum á tíma og einhvert ár fyrir einhverjum örfáum árum þá var helmingur af öllum banaslysum voru túristar á bílaleigubílum. Það eru eitthvað milli 30 og 35.000 ef mann rétt bílaleigubílar á landinu en það ekki nema eitthvað 120.000 eða 30 sem eru sko fólksbílar á landinu, það eru atvinnutækin tekin út úr þessu og þegar orðið sko 20-25% af öllum bílum á landinu eru túristar, jafnvel ekki vanir að keyra við hægri umferð, Bretlandseyjar og Kína jafnvel kunna bara ekkert á og það kunna allir sögur sem í þessum bransa að þegar þeir hjálpuðu túristunum sem höfðu komið keyrt alveg í beit frá Keflavík og til dæmis að Seljalandsfoss ykkur stoppi og keyrðu inn í stæðið. Svo kom að því að þeir þurftu að fara, þá kunnu þeir ekki að setja í bakkir. Stundum þarf að lyfta einhverju smá ring á stönginni eða ýta henni niður eitthvað. Þeir kunnu það ekki, þó verðum alla leiðbeiningar fyrir framan sig. Já. Og við höfum líka sko þurft að aðstofa fólk við að komast að staða því að það kunni ekkert almennilega á gírana og það eru svo ótal sögur af þessu hvernig við höfum verið og lent í og því miður ansi margir sem hafa lent í óhöppum. Þessi bílar hafa verið að nuddast utan í þeirra bíla á plönum og
koma á móti þeim og annað og ég hef lent í svoleið sko en bara þessu eina sko óhappið það sem var þó sem betur ekki slýsa sem eru skemmdar á bílinn það var þegar hann sopnaði maðurinn á Keflavíkurveginum og það var einmitt Amerikani sem kom morguninn gæti ekki tekka inn fyrir 4 á Hótel Reykjavík og hélt að það væri voða sniðu hugmynd að fara í bíltúrum Reykjanesi og skoða það, eyða tímanum þannig og enda svo á því að fara í Bláa lónið áður hann fer til Reykjavíkur. Þau eru náttúrulega bara svo afslöpu og lömuð úr Bláa lóninu að þau steinsváfu öll í bílnum sko. Það er nú komið að endalokum hjá okkur en eitt ætla ég að spyrja þau sem verður eflaust ekki hægt að svara í nokkrum orðum en þú reynir ferðamannastraumurinn hingað til lands. Erum við komin að þolmörkum? Já. Það er bara einfalt. Já. Sumir segja nei, það er bara eitt að skipuleggja þetta betur. Hvernig ætlað þú að skipuleggja? Við skulum segja það er fallegu sumardagur í Reykjavík. Það eru 3 skemmtiferðaskip í höfninni. Eitt þeirra er með sko 3 til 4.000 farþega. Annað er með eitthvað minna en þau eru öll stokkalega stór þannig að við getum búist við því að við séum með 5.000 manns. 5.000 manns á Gullhring. Og hvernig er þá ástandið á Bíddu Geysi? Hugsaðu þá annað. Hvað þarftu marga bíla? Þú þarft 100 rútur, eða ekki rétt hjá mér, til að flytja 5.000 manns, 50 manns í hverri rútu og það er orðna sko rútur á stærri gerðinni sem eru 2 afturöxla, eru 12-14 metrar langar og þær eru allar á sama deginum á Gullfoss og Geysi og þessum Gullhringnum fyrir utan svo alla þessa venjulegu dagsferðir og alla túristana sem eru á þessum fallega sumardegi. Hvernig í ósköpunum þetta getur gengið að hans að verði stórslys, svo ég bara skil það ekki. Þeir tróðast, þetta er sko að vera á hakinu og Þingvöllum og sondugum, er náttúrulega bara skelfilegt. Þú hefur enga yfirsýn yfir hópinn þinn sem þú ætlar að segja, þannig að þú voru að segja allt í bílnum á hann og fer og þú voru að útskýra allt í bílnum því farið þarna, skoðu útsýni, svo lappið niður í Almannagjá að P2 og það er bara að lappa það niður eins og að reyna að lappa Oxford Street sko í jólaösinni. Það er allir og menn eru að olbóða sig áfram. Þetta er ekki það sem að túristar koma til Íslands til þess að sjá og þetta er ekki ástand sem við viljum hafa. Þetta höfum við líka svona ástandið á veturna í kringum jól og áramót þegar kínverjarnir eru hérna eða eins og núna kínverska nýjári sem var í febrúar. Þetta svona ástand höfum við líka á Gullhringnum þá þegar það er hugsanlega snjór og hálka, smá blindtríð og annað. Þetta bara er ekki hægt. Þetta er ekki hægt, segir Börkur. Það er allt útsporað, úttróðið og ég er hálft í hvoru fegin að vera komin að þann aldur að ég er eiginlega hættur sko. Þú ert ekki alveg að baki Dotti? Nei, en nú bara vel ég þegar mér eru boðnir einhverju túrar eða eitthvað að gæta þá ráða laun og annað ekkert aðalatriðinu. Ég er sko að kaupa á Daða segja til að ég bara vel skemmtilegar og þægilega ferðir. Ég nenni ekki og yfir sumarið ekki reyna að bjóða mér að fara Gullhring yfir sumarið. Það bara kemur ekki til greina. Sko. Heyrðu, þetta var áhugavert spjall. Getum við ekki framlengt þáttinu alveg því að ég er ekki hálnaði með allt sem ég gæti sagt. Það er aldrei að vita nema ég fáið þið aftur til mig síðar. En ég held við skorum bara líka á löggæsluyfirvöld að sinna betur löggæslu á landinu. Já. Og skorum á þjónustu aðila að hvað á ég að segja missa sig ekki í græginni. Já, missa ekki í græginni og hafa smá metnað. Það er lágmark að hafa metnað. Já. Ég veit ekki hvort þú hefur séð póstin síðan sett á Facebook kerið daginn. Nú er kerið ekki í eigu manna sem að höfðu þó smá metnað og reyna að fá leyfi til að byggja þarna upp á annað. Nú er kerið komið í eigu stærsta aðila í ferðabransanum á Íslandi og ég kom þar daginn 4:30 með 17 manns í bílnum
og ég vissi það, ég er búin að keyra allir á Gullfoss að þarna var klósett sem ekki mátti sleppa því að þeir sem nýju alveg settu klósett á staðinn en það hefur alltaf verið klósettlaust. Og ég kem þarna og bendi svo fólki að þarna sjáðu í gámana, þar eru salerni og það er bara frítt inn á þau, mér minni það. Og þið skulu fara þangað áður en við förum héðan, því að héðan er rúmi klukkutími keisla til Reykjavíkur. Já, og svo er komin kaffivagn hann, sagði, þannig getið líka fengið ykkur kaffi og kökur, sagði, og að lánaður. Svo borgaði ég inn fyrir hópinn og ætlaði að fara í kaffivagnin, þá vantaði hann að nákvæmlega 23 mínútur í 5. Þá var búið að loka honum. Og ég hitti stúlkuna sem var að sjá hann og spurði hana bara akkurt að loka klukkan, ég meina það er hellingur og umferð sem er að koma frá Gullfoss og Geysi ennþá og er að keyra hérna, akkur ekki opið að minnstakosti til 6. Já, það er ekki hægt að dettur öll trafík niður 4-leytið, segir hún. Ok, ég gæti svo sem ekkert ríðust við hana enda hún bara vinnur hérna hjá einhverjum. Svo fór ég nú að líti kringum mig og sagði, best að ég fara og pissi. Ég röllt út af klóstum, allt harlæst þar. Og ég sá mér engra annar kosta völn, að ég bara meg bak við klósettið eins og maður neyðist oft til. Fór svo í rukkunarskúrin, það sem var að borga 700 krónur, hver túristi borga 700 krónur fyrir aðgang að kerinu, bílastæðin eru frí. Spurðan, já, heyrðu, þau eru bíluklóstin, rótrón er yfirfull og stípluðust í gær. Já, segi en akkur er þá ekki, stærðarna skilti hérna eitthvað sem allir sjá, að salernin eru því miður lokuð vegna bílunar, verða komin í lag á morgun eða eitthvað. Því hér er fólk að kemur labbar hringinn, sér klóstinn, slakar á bremsunni og pissar svo á sig eða eitthvað. Og hann sagði, já við erum nú með miða. Ég er ekki að ljúga, það er svona stór miði sem var límdur á kofa ræfilinn, toilets out of order. Og ég var komin í ofsalavondskap hérna og segi, og hver anskotin akkur er ekki fánin uppi? Því að þarna hefur alveg frá því að Óskar Magnússon og félagar keyptu svæðið, alltaf fánin verið uppi á hverjum einasta degi. Þarna var fánastöngin og engin fáni uppi hana. Ég veit það ekki. Börkur, við verðum víst meður að hætta núna, en á þessum leiðilegu nótum, ef við getum orðað þannig, að þá held ég við verðum að vera sammála það að Ísland er land sem vert er að skoða. En margt mætti koma fram betra og það vantar almennt mjög víða, alls ekki allstaðar, alls ekki allstaðar, en það var bara svo ábyrjandi þess að vantar, það er metnað og stolt hjá ferðaþjónustu aðilum, hvað eru að bjóða fólki upp á hana, hvort sem það eru einhver útsýnisstaðir eða hótel eða rútur eða klósett. Það vantar metnað í ferðaþjónustunni og stolt, en það er alltaf við því að búast, það sem að 90% af fólki sem vinnur í ferðaþjónustunni út á landi eru útlendingar sem er sko slétt sama allt sem heitir menningu og stolt. Og svo er það náttúrulega allt önnur umræða. Það er allt önnur umræða og ég skal taka hana hvenær sem er og hvar sem er. Þakka þér innilega fyrir að koma og deila þessu öllu saman með okkur og gangið þér vel í þínu starfi. Já, þakka þér fyrir það. Þetta er nú lokið að þessu sinni og við heyrumst síðar. Vikuliðinni verðið með allt annað viðmælanda og allt annað viðfangsefni. Verið þið sæl. Fatamarkaður vorstjörnunnar að Bólholti 6. Öðruvísi, skemmtilegur og ódýr fatamarkaður. Þar sem að það er ekki bara föt heldur allskins munir. Og svo er alltaf heitt á könnunni. Komið fagnandi. Opið frá 1 til 4 alla laugardaga og sunnudaga, fatamarkaður vorstjörnunnar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is